Óskar Þór Þorsteinsson, þjálfari Þórs. Þetta byrja að bjóða velkomin til starfa, fyrsta viðtali. Spurning dagsins, fyrsta spurningin. Hvernig líst þér á spána? Okkur er spáð 15. sæti í deildinni. Er það raunhæft? Já, mér líst þessum bara ágætlega á þessa spá. Það er dálítið erfitt að spá fyrir þessa deild í ár. Hún er bara mjög jöfn. Mér er svona kannski fyrir utan fyrsta sæti þá er það bara 2 til 6, 7 bara nokkuð jöfn. Það verður bara fullt af spennandi leikjum og bara skemmtilegt held ég. Svona fyrirfram, ef þú getur valið, myndirðu eða ekki valið, þarf að segja sko fyrirfram spá myndirðu sætta þig við 15. sæti? 15. sæti þýðir úrslitakeppni og markmiðið okkar er að komast í úrslitakeppni. Að sjálfsögðu myndum við vilja vera ofar, en ég er ekki brjálaður ef við myndum enda í 15. Þá myndum við komast í úrslitakeppnina og spila okkur það. Í fyrsta leik sóttu þið Álftanesið, þína gömlu félaga. Þeim er spáð úrvalsdeildarsæti í ári eða fyrsta yfir að deildarmeistarar. Þeir virtust alltaf að keyra yfir okkur í síðasta leik framan af, en svo vaknaði Þórsliðið til lífsins. Hvað gerist? Mínir menn bara sýndu hjarta sko, og þeir náttúrulega eru bara rosalega góðu leikmenn hérna sem bara eiga alveg skilið fullt af tækifærum og eftir að standa sig vel í vetur. Þannig að komið svo sem ekkert á óvart ef við verðum í einhverjum hörkuleikana. Já, sjálfsögðu hefði ég bara viljað klára leikinn og vinna hann, en það svona sýndi smá reynsluleysi í okkur og svona mistök sem hefði getað breytt leiknum. En talandi um hjarta, þá er það auðvitað þannig, það er ekki nóg að vera efnilegur og telja sig góðan, þú þarft að hafa hjarta á réttum stað. Algjörlega. Það er oft þannig að lið sem eru með kannski betra lið á pappír komin í leiki og er ekki tilbúinn eða er með eitthvað vanmat og þá er bara auðvelt að stela þeim leikjum. Þannig að við erum bara vonandi með lið sem er hungrað í sigur og tilbúið að berjast fyrir því. Þá er spurningin þetta með hjarta og allt þetta. Á morgun tökum við á móti Skagamönnum. Þeim er ekki spáð góðu gengi. Samkvæmt þessari spá sem vorum að vitna í á og þá eiga þeir að fara bara beint niður. Við hvernig leik megum við búast? Þeir eru svona kannski í svipaðri stöðu og við. Þeir eru með nokkra útlendinga og svo bara fullt af uppöldum strákum sem er að stíga upp og margir af þeim að fá mikið stærra hlutverk. Við erum alltaf ekki með neitt vanmat á þeim. Við vitum að þeir eru með bara ágætis lið og ef við mætum ekki rétt stemdir þá er þetta bara að bjóða hættunni heim. Það er náttúrulega gaman þegar tvö lið. Hér höfum við fullt af ungum strákum sem eru uppaldir, Skaginn líka. Þannig að það er gaman að geta boðið upp á þannig bolta líka. Já, algjörlega. Þetta er bara það sem við viljum gera, sérstaklega í fyrstu deildinni. Gefa þessum strákum eitthvað tækifæri til að fá að reyna sig. Efsta deildin er alltaf að breytast meira og meira í svona atvinnumanna-deild með fullt af erlendum leikmennum og svona. Og þá þurfum við endilega að halda því að fyrstu deildinni að það séu einhverjir strákar að fá sénsa. Leikurinn á morgun mót Skagam, hann byrjar klukkan 19:15 og við náttúrulega hvetjum alla til að fjölmenna í höllina og hvetja liðið sitt til sigurs. Já, að sjálfsögðu og við bara lofum frábæri stemmingu. Og borgarar fyrir leik, skilst mér? Já, svo sannarlega. Fáum okkur borgara, skemmtum okkur, styðjum Þór og sjáum hverja það skilar. Algjörlega. Gangi ykkur vel. Takk.